Þá bjóðum við hjartanlega velkomin til okkar Sigurð Inga Friðleifsson, framkvæmdastjóra Orkuseturs, sem flytur erindið Orkuskipti í samgöngum á ferð til framtíðar. Já, takk fyrir að bjóða mér á þessa ráðstefnu og fá að halda hér lítið erindi um orkuskipti í samgöngum. Orkuskipti í samgöngum. Við Íslendingar erum svo heppnir að við erum þegar búin að skipta út jarðefnaeldsneyti bæði fyrir húshitun og alla raforkuframleiðslu. En eftir situr samgönguþátturinn þar sem við flytjum inn mengandi, loftslagsbreytandi, erlent jarðefnaeldsneyti hingað í miklu magni til þess að knýja samgöngur okkar. Og samgöngur eru stærsti einstaki losunarþátturinn þegar kemur að skuldbindingum okkar í Parísarsamkomulaginu og þarna þurfum við að taka okkur á. Það er margt að gerast og gerast hratt þegar við skoðum hérna nýskráningarhlutfall fólksbíla að sjáum við að þetta er á fleygiferð og nú er sem sagt markaðshlutdeild nýskráðra bíla sem hægt er að stinga í samband komið yfir 50%. Þetta er sú tækni í fólksbílum sem menn velja. Það er orkuskiptin hafa náð meirihluta. Þetta mun svo taka tíma að hreinsa út á bíla sem fyrir eru. Þetta eru góða fréttir og við getum verið bjartsýn. En við erum með nágranna sem standa sig enn betur og eru núna í mars konur í 85% nýskráningarhlutfall fyrir bíla sem hægt er að stinga í samband. Og þetta eru Norðmenn og það er engin ástæða fyrir okkur að vera eftirbátar þeirra. Og í raun og veru þurfum við að ná svipuðum árangri og þeir eru þegar komnir með til þess að eiga einhvern séns á að standa þessar skuldbindingar. Orkusetur hefur tekið saman í raun og veru hvernig framtíðarflotinn í sinni einföldustu mynd þarf að vera til þess að við eigum einhvern séns á að standast þessar skuldbindingar. Og þar sjáum við að við þurfum að breyta mjög miklu í öllu þessum flokkum til þess að ná þessum 600.000 tonna marki sem er alveg lykilatriði til þess að vera einhvers staðar í nágrenni við það að standa skuldbindingu okkar í Parísarsamkomulaginu. Ef við skoðum þetta flokk fyrir flokk þá sjáum við að við þurfum fyrir 2030 að vera komið með yfir 100.000 fólksbíla sem eru ganga á innlendu eldsneyti og núna erum við kringum 14-15.000. Fyrir sendibíla þá þurfum við 10.000 sendibíla komna inn á markaðinn og núna erum við aðeins í 500. Þarna þurfum við að stíga miklu fastar inn í enda eru lausnirnar komnar og allt saman tilbúið. Fyrir hópferðabíla þá eru nú á Akureyri og Reykjavík bíla sem ganga fyrir metan og rafmagni en við þurfum 500 stykki fyrir 2030. Þannig að núna þurfum við að fara að telja hratt inn og fara að einbeita okkur að þessum stærri bílum. Eins sjáum við að vörubílarnir er að koma núna sem tæknilega lausn á nýorku en hingað til höfum við engan. En við þurfum 500 slík stykki fyrir 2030 til þess að eiga einhvern séns. En orkuskipti snúast ekki bara bíla. Í raun og veru er þjóðarkostnaður samgangna ekki bara það að kaupa eldsneyti á bílana. Við eyðum gríðarlegum fjármunum í bílana sjálfa, í varahluti, í dekk. Og ef við komumst upp með að mæta þessum samgönguþjónustu með öðrum hætti, eins og bílminni lífstíl með öðrum tækjum, eins og rafhjólum og rafskútum sem eru mjög vinsæl, að þá græðum við langmest sem þjóð. Ekki bara loftslagslega. Vegna þess að af hverju erum við að fara í þessa vegferð? Það er ekki bara út af loftslagsmálum. Þegar okkur tekist að ná þessum orkuskiptum í samgöngum með ýmsum hætti og fjölbreyttum hætti, þá munum við enda upp með ódýrari samgöngur en við höfum nokkuð tímann haft. Við munum líka búa við mun meira orkuöryggi sem er gríðarlega mikilvægt og á að vera jafn mikilvægt og matvælaöryggi sem við eyðum miklum opinberum fjármunum í að tryggja. Við fáum út úr þessum gjaldeyrisparnað vegna þess að við erum að fara að skipta í okkar eigin hreinu orku í stað þess að flytja inn mengandi erlenda orku og það þýðir miklu meiri efnahagsstöðugleika og ef eitthvað sem Ísland hefur þurft í gegnum tíðina þá er það meiri efnahagsstöðugleiki. Hann fæst klárlega með þessum orkuskiptum. En þetta er líka heilbrigðismál vegna þess að með orkuskiptum verður miklu minni heilsuspillandi mengun sem fylgir þessari nýju tækni. Það er líka minni hávaði sem fylgir henni, sem er sérstakur bónus. En svo glemma margir að með þessu fáum við líka miklu betri nýtingu og sameiginlegu raforkukerfi sem verður þá hagkvæmara fyrir alla.
Eftir þessu upptalningu ættum við auðvitað algjörlega óháð loftslagsbreytingum að vinda okkur í þetta af gríðarlegum krafti og það er eiginlega furða ef einhver á móti þessu yfirleitt. En vissulega skilar þetta minni losun gróðurhúsalofttegunda og algjört lykilatriði í aðgerðaáætlun ríkisins til þess að ná markmiðum sínum. Við sem sagt í þeirri stöðu núna, þetta síðasti orkuþátturinn okkar þar sem við treystum á mengandi erlent jarðefnaeldsneyti sem þarf að framleiða þar og flytja hingað með miklum umhverfiskostnaði. Og það sem við viljum sjá breytt framtíð þar sem við treystum algjörlega sjálf okkur með betri, hreinni, ódýrari, íslenskri raforku eða rafeldsneyti sem getur knúið allar okkar samgöngur og tryggt orkuöryggi landsins til frambúðar. Við sem sagt á gríðarlega spennandi vegferð sem mun skila okkur miklum efnahags- og umhverfis ávinningi og nú að gera fyrir alla að leggjast á árarnar og tryggja að þetta gerist sem allra hraðast. Takk fyrir.